lesi. Já, það gerist mjög oft. Þau eru náttúrulega hrædd við að verða aftur þolendur, þannig að þau gera allt til þess að verða ekki þolandi. Þannig að það fer oft í þá átt því miður. Og svo er það líka að þeir sem eru þolendur kannski eldri bekkjum, þeir verða gerendur í yngri bekkjum. Alvarlegustu tilfellin eru þau mál þar sem að varða börn grunnskóla sem að eru kannski öll árin búin að vera meira og minna lögð í einelti af mikið til kannski sama hópnum. Og mér minnist að kannski núna bara strax svona 2 mál þar sem að að það var kannski einhver hlé á eineltinu en alveg frá því að þetta annars verið stúlka og strákur sem að byrjuði í leikskóla, þá var þetta, í grunnskóla þá var þetta meira minna allan tíman og stoppaði kannski stundum pínlítið, var reynt að laga þetta en gekk ekki og og þegar þessi krakkar voru komin í 9. og 10. bekk þá voru þau algjörlega niðurbrot og þau höfðu einhvern veginn ekki átt kannski eitt einasta ár í skólanum öðruvísi en þau voru með ýmsum hætti. Og stundum þannig að það voru marblettir og sár og áverkavottor og síðan stundum bara svona andlegt eða að segja að þau séu ljót og leiðileg og kalla þau nöfnum og alvarlegustu tilfellin eru þau sem aldrei náðist einhvern veginn að binda enda á þetta. Og þá gerist það að manneskjan smátt og smátt, hún brotnar algjörlega saman og hún hættir algjörlega að treysta nokkuð. Og þetta eru mjög svo átakaleg tilfelli og sorgleg og mjög margir segja að líkamlega ofbeldi var ekki það versta. Það sé kannski oft verið að sparka í mann eitthvað, heldur að það sé verið að segja eitthvað um hann. Að maður sé svona í útliti eða ljótur eða asnalegur heimskur og alls konar. Þetta er sársauka meira heldur en að einhver sparki í mann. En þetta sem voru svona lengi, það eru alvarlegustu tilfellina. Eins og ég sé. Þau eru náttúrulega öll alvarleg, öll, en náttúrulega það sorglegasta þegar nemendur fer úr skólanum og við höfum ekki náð að stoppa það. Það er ekkert, ég get ekki nefnt eitthvað svona eitt dæmi, en stelpu vandamál eru mjög erfið. Þau eru erfiðari heldur stráka vandamálin. Þetta er yfirleitt svona nokkra stelpur í hópi sem að skilja eftir eina og tala ljótt við eina og það er bara oft mjög erfitt að tækla það. Já, það er kannski meira sýnilegt hjá strákunum. Stelpunar eru svona fara á bakvið. Það náttúrulega getur verið rosa erfitt út af því að Olveig snýst það að við fullorðna fólki erum með sannanir í málinu. Olveig leggur áherslu á það að þetta kemur ekki frá börnunum sjálfum. Þó að tilkynningin komi kannski, þau láti vita að það er eitthvað gangi, en þá er okkar sönnunarbyrði liggur hjá okkur. Og það er við sem erum að tækla þetta, fullorðna fólki. Allir skólar, íþrótta-æskulýðsfélög, lesi ekki meir og geri eins og stendur í henni. Nú er ég alveg rosalega frek, en ég vil bara virkilega hvetja fólk til að gera þetta. Og ég er búin að fara, ég var á Akranesi í gær, ég fara í Grindavík, þetta eru íþróttafélög, stór fótboltafélög sem eru búin að taka upp þetta verkefni, það ætla að hafa tilkynningar, búið heimasíðunni, aðgerðaráætlun, búið til teymi, fræðslu og bara taka þessi mál föstum tökum þannig að leið og einhver er bara að upplifa það að vera ítrekkað einhver meiddur af einhverjum, þá að láta vita, öll börnin að láta vita og það er gengið í máli. Máli skoðað, rætt við alla aðila og ekki hætt fyrir bæði foreldrar barnsins sem kvartar og stofnunin eru sátt að máli sé búið og það má aldrei gefast upp.
Og það ekki nóg að ég segja mális í búið eða hinn aðeins segja nei, það ennþá í gangi. Það kom dagur eineltis. Þetta var alltaf kallaður dagur eineltis fyrst og þá var þetta bara, já, þannig að þetta dagur sem ég máli ekki eineltis. Þannig að nú það búið að breyta því, dagur gegn einelti og bara allir standa að klára því. Við þurfum bara að standa saman, allt saman. Our hands clasped so tight, waiting for a hint of a spark. If heaven and hell decide that they both are satisfied, illuminate the no's on their vacancy signs. If there's no one beside you when your soul embarks, then I'll follow you.